Næst ætlum við að halda á Fylkisvöll sem að heima tóku á móti Blikum, en Blikarnir töpuðu óvænt á heimavelli fyrir Grindvíkingum í síðustu umferð, en Fylkismenn hafa verið að gefa eftir að hafa unnið 2 fyrstu leiki sína en aðeins 2 stig síðan, þannig að liðin hérna voru með 8 á 11 stig, Blikarnir með 11 stig. Ásgeir Börkur Ásgeirsson var fjarri góðu gamni vegna leikbanns, en þetta glæsileg markvarsla hjá þjálfari Þorgeirssyni, Alfreð Finnbogason hérna með þetta ágæta skot. Alfreð verið 7. heitur. Leikurinn fór nokkuð rólega af stað og hérna Kristinn Jónsson sendi boltan inn á Alfreð Finnbogason, en hann setur boltan framhjá. Blikarnir stundum ekki nýtt færi sín nægilega vel og það komum kollum daginn á móti Grindvíkingum. Hér gjöf. Þetta Albert Brynjar Ingason sem að skora sitt 7. mark í deildinni. Hann markahæstur, skorar hann á 15. mínútu. Sjáum hérna fyrirgjöfuna. Kjartan Ágúst Breiðdal fer í lærið á honum og Albert Ingason setur hann inn. Já. Guðmundur Pétursson var settur á bekkinn hjá Blikum. Litlu. Olgeir Sigurgeirsson kom inn í liðið og Finnur Orri Margeirsson sömuleiðis hjá Blikamönnum, og hér ágætis tilþrif hjá Kjartani Ágúst Breiðdal, en Fylkismenn ennþá einu marki yfir. En það hefur gengið illa hjá Fylkismönnum að halda forystu í leikjum. Kristinn Jónsson með sendingu á Kristinn Steindórsson, Olgeir Sigurgeirsson og hann jafnar á 31. mínútu og svarar kallinu, alltaf sterkt að vera settur inn og skora. Olgeir þessi leikmaður sem mjög margir þjálfarar vilja hafa í liðinu hjá sér. Hann kemur alltaf inn og spilar vel þegar áhorfnin þarf að halda. Hann getur spilað flest stöðurum. Já. Ára síðara hálfleikur, 1-1 í hálfleik. Kristinn Steindórsson inn á Kristinn Jónsson og enn hann með fyrirgjöf og enn skora Blikar. Alfreð Finnbogason, þetta á 57. mínútu og þetta var afskaplega einfalt. Flott spil og glæsileg fyrirgjöf, en einfalt segir við að því að varnarmenn eru svolítið slófandi. Þeir eru bara að láta hann bara aleinan á markið, besta kláran í deildinni, fáránleg. Einfalt best. Einfalt best. Já, Einar Pétursson kominn inn í liðið fyrir Ásgeir Börk sem eins og ég sagði var í banni. Hér Alfreð Finnbogason sloppinn í gegn. Skyldi hann klára þetta? Já, gerir það reyndar ekki á móti Grindavík í stöðunni 2-1, en þarna skorar hann sitt annað mark í leiknum. Hann komið 5 mörk í deildinni. Sendingin þarna frábær hjá Olgeiri. Finnóra segi ég. Fjallar getur lítið gert við þessu. Vel gert hjá Finnóra þarna. Já, hrikalega vel gert hjá báðum og það náttúrulega besti maður til að fá svona færi. 3-1 eftir 59 mínútur. Jóhann Þórðarsson kom inn á, Ásgeir Örn Arnþórsson. Hann þrumaði í dómaran. Þrumaði í Jarlinn. Hann haggaðist ekki. Hér eru Blikarnir enn og aftur sloppnir í gegn og sjáu þið óeigingjörnina þarna hjá Olgeiri Sigurgeirssyni. Leggur hann fyrir Kristinn Steindórsson og staðan orðin 4-1. Olgeir og Kristinn Jónsson búinn að leggja upp 2 mörk hvor. Já, óeigingjant, mikill liðsmaður Olgeir og þetta var vel gert. Splundruðu þetta vörninni, það var Þeir hafa eitthvað verið að ruglast í ránstöðutaktík í þessu leik, Fylkismenn, það greinilegt. Fylkismennir hafa verið að fá mikið af mörkum á sig. Fengu hressilega hluti hér, en hér verið að dæma víti. Sjáum við þetta hérna. Þetta náttúrulega Ólafur Ingi hérna með skotið og Albert fór á punktinn, en sjáu þið Ingvar Þór Kale skutlaði sér á hann fyrir aftan. Bjargaði sér meistaralega. Ég held að sé annað víti sem Albert klikkar á í sumar. Hann búinn að skora 6 mörk, 3 úr vítum. Kale líka búinn að vera það. Já. Glæsilega gert, en Blikarnir voru ekkert endilega hættir. Olgeir með sendingu á Kristinn Steindórsson, vel lokað hjá Fjallari Þorgeirssyni. Já, köflum Algjöru sambabolti hjá Blikum, sérstaklega í seinni hálfleik, en hér eru mistök hjá Kára Ástallssyni, en Albert nær ekki að gera sér mat úr þessu. Það var Jóhann Þórhallsson verið svona inn og út úr liði Fylkismanna. Hann fer hérna bara alla leið og þrumar bara í Gráin. Já, Gráin annars. Guðmundur Pétursson kom inn á og hann að prjóna sig hérna í gegn, vel gert hjá Guðmundi.
rennir á Hauk Baldvinsson og hann setur hann bara í sundlaugina. Þetta út í kveipin og hvatinn. Þetta út allt. Jóhann Þórðarsson með hornspyrnuna. Og hér kemur Ingimundur Níels Óskarsson og hann lagar stöðuna fyrir Fylki. Þetta mark á 91. mínútu í uppbótartíma. Úrslitum voru ráðin. Fylkismenn skoruðu 2 mörk, Blikar 4 og Blikar komu með 14 stig en Fylkismenn hafa ekki unnið síðan 16. maí þegar þeir unnu Stjörnuna 3-1 og 2 stig í síðustu 6 leikjum, Maggi, það er ekki til útflutnings. Nei, og eru að stefnin í örugglega ansi töff tímabil að spila í bikarnum og Evrópukeppni og vera með þetta á bakinu, en þeir þurfa heldur betur að taka sig saman. Varnarleikurinn virkaði þarna náttúrulega nánast eins og grínmynd. Þetta var einhver rángstöðu taktík eða ég veit ekki hvað þeir voru að reyna. Þeir voru Blikarnir, það var engin Fylkismaður í mynd þarna þeir voru að skora mörkin, sko. Þannig að ég held að Fylki vera aðeins að taka sig saman í andlitinu. Já, en Blikarnir, það er gott að koma svona sterkir tilbaka eftir hróðalegan ósigur í síðasta leik. Já, ekki að segja bara að vekjaraklukkan hafi hringt hjá þeim eftir síðasta leik og þar fóru þeir illa að ráða sinni gegn Grindvíkingum og koma svo virkilega sterkir þarna tilbaka og klára leikinn náttúrulega bara á 6 mínútna kafla í seinni hálfleik og náttúrulega Blikaliðið þegar þeir eru í stuði þá eru þeir, já, allir ég segi bara ekki skemmtilegasta sóknarlið í deildinni. Jú, ég held að það ekki með Alfreð sem er ég myndi segja einn klókasti maðurinn í deildinni í þessum sendingum og slútti og svo er hann með alla þessa bræður sína þarna við hliðina sem er allir frábærir. Finnur Orri kemur inn aftur, átti frábæran leik, þannig að þeir eru komin með flott lið og fína breidd og eiga þarna sterkar strákar sem eru á öðlast reynslu eins og Andri Jómann og fleiri og þetta er bara virðist vera í fínu lagi. Hafsendapari sterkt sem skiptir máli og Kári á nú klikkað þarna, sýndist mér eins og tvissar en þetta er svona heilstiftara en það er mjög athyglisvert finnst mér aftur á móti næsti leikur sem er Breiðablik KR held ég og þar er sko fyrir bæði lið KR bara að vinna 1 leik og ná ekki að rífa sig upp þarna að fara á erfiðan útivöll, gaman að sjá hvað KR gerir þar eins hvort að Blikarnir eru þegar þeir eiga make or break að komast aftur á toppinn eða komast á toppinn hvort að þeir klikki aftur á ögustundu þannig að það eru svolítið athyglisverður leikur næst. Fylkismenn þeir eru búin að fá á sig 18 mörk, ég held að þessu bara Haukar með 19 sem eru búin að fá á sig fleiri mörk þetta er rúmlega 2 mörk að meðaltali. Já og þetta sterka varnarlið sem við höfum verið að tala og baráttu liðsandinn í flottu lagi og þetta kemur svolítið óvart. Já en Tómas Mæjer, hann var á Fylkisvelli og talaði þar við menn. Já, við bara fannst mér spila betur og opnum við þá mjög vel og skoruðum. Við talaðum svolítið undanfarið að klára leikina, nýta færin okkar og það gerist í dag. Þeir bara keyrðu yfir okkur á 10 mínútna kafla og við bara höfðum engin svör við því miður. Við unnum þá grunnvinnu sem þarf að vinna og svo leikast með lélega skotnýtingu í fyrri hálfleik en hittum í seinni. Og menn voru tilbúinir að fórna sig, tek leikmann svo Alfreð Finnbogason sem átti við smá meiðsli að glíma en hann setur hagsmuni liðsins ofar sínum eigin og spilar hann að leik og kórar hann að það með stórleik. Við fórum yfir þetta í hálfleik og við lendum tvisvar í fyrri hálfleiknum í smá vandræðum þar sem þeir voru að sleppa í gegn og töluðum það að vera ekki að reyna að stíga þessar rangstöður og við erum bara með vörnina mjög flata 3 sinnum og erum að reyna þetta bull og þeir bara labba í gegn á mörk. Leikmennir eru mjög klókir og fundu það að það var hægt að spila aftur fyrir vörn Fylkis þegar við spilum fram hjá miðinu og höfðum boltan á jörðinni og nýttust í það mjög vel og leystu flest allt til fyrirmyndar. Þetta var bara mjög lélegt. Klárlega bara sennilega lélegasti leikurinn hjá okkur í mjög langan tíma. Ég meina við töpuðum illa móti Val en samt tíma var sáleikur miklu betra en þetta og þeir bara Blikarnir voru að spila vel, voru bara klókir og bara raskelt okkur. Við áttum svo sem alveg vona því að hérna er það ekki tekið á okkur með einhverju silkihönskum og við reyndum að klæðast vinnuhönskum líka og ég held að það hafi verið raunin. Já, þannig að það við um 1 leik eftir og hann fór fram á